Ég vissi ekki neitt þær, ég vissi ekki þekkti ekki einu sinni orðið. Já, blessuð, nú bara allt breytt. Og þarna var bara tíminn að renna út. We did not try this to human being. We tried this into pigs. Ég var rosalega veik. En allt þetta í rauninni bara platt. Miklar vonir eru bundnar við að stofnfrumur geti leitt til byltingakenndra nýjunga í læknisfræði. Daglega berast fréttir af því að stofnfrumur geti læknað ýmsa alvarlega sjúkdóma og gert við skemmd líffæri. En hversu langt eru stofnfrumulækningar í raun og veru komnar? Í þessari mynd ætlum við að kanna stöðu mála og kynnast þessari ótrúlegu frumu og leyndardómum hennar. Stofnfruma í rauninni fruma sem ólík flest öllum öðrum frumum sem við finnum. Stofnfruma forvera fruma annarra frumna og hefur þann eiginleika að þroskast í aðra frumur, svokölluð móðurfruma. Hún getur myndað aðra alveg eins frumu, aðra alveg eins stofnfrumu, en getur líka myndað aðra frumur sem getur þá sérhæfst og myndað mismunandi frumur. Það sem einkennir þær líka að þær hafa hæfileikann til þess að endurnýjast. Komiði sæl og blessuð. Mig langar til að fá að kynna mig. Ég stofnfruma og ég ólík öðrum frumum í líkamanum. Þetta ekki mont, þetta dagsatt. Ég get ekki bara búið til aðra frumu sem alveg eins og ég. Það ekkert merkilegt. Það geta nú allar frumur. Ég get líka búið til frumur sem allt öðruvísi en ég sjálf. Það getur engin fruma nema hún sé stofnfruma eins og ég. Ég get líka endurmyndað heilan vef. Það get ég gert alveg sjálf. Það getur engin fruma nema ég. Þegar ég aðeins nokkura daga gömul og enn bara stofnfruma í fósturvísi, ég ennþá flinkari, því þá get ég búið til allar frumugerðir líkamanns. Taugafrumur, blóðfrumur, hjartafrumur, you name it. Menn höfðu ekki hugmynd það fyrir á allra síðustu árum að ég sinni störfum mínum í öllum líffærum líkamanns. Hjartanu, nýrunum, lifrinni. Ég sé allt viðhald á mínum bæ. Þetta sveitin sem að viðheldur okkur. Kemur í veg fyrir það að við hrynjum saman eftir vikur eða mánuði. Og ég segi stundum við nemana mína, þetta svona pínlítið eins og ert að stilla upp í fótboltalið og þú ert þarna með leikmann sem getur leikið alla stöður. Þú getur sagt honum að fara í marki eða skora mörkin og það með svona frumu sem þetta óþroskuð að hún getur farið þarna inn og þú getur svona svolítið sagt henni í hvað átt hún eigi að fara. Þetta eiginlega byrjar allt með kvefi. Þá ég komin með eitthvað endalaust kvef í mig. Og mér finnst þetta var ekki eitthvað normalt. Það var eins og að væri einhverjar stíflur upp í nefgöngunum. Og allt svona slím sem átti að renna þarna í gegn, það fór allt bara niður í kok og ég kom því ekkert frá mér nema í gegnum munnin. Hann finnur út fyrirstöðu upp í nefgöngunum, einhvers staðar í bogagöngum hér og hann finnur þá fyrirstöðu og þegar hann fer að skoða myndina í samræmi við það, þá sér hann eitthvað bara örlítið. Þetta hafði farið fram hjá læknunum yfirleitt af því þetta var svo lítið og varla sjáanlegt á myndinni. Fljótlega eftir þetta fékk Unnur þær slæmu fréttir að hún væri með eitlkrabbamein, sem illkynja blóðsjúkdómur. Það vildi hins vegar þannig til að hausti 2009 þá fékk ég mjög svæsna lúnabólgu og fékk lyf við henni og voru teknar röntgenmyndir af lungunum
og annar lunga var svona fullt af slími og óþverra einhverjum. Og svo fekk ég lyf við því og það gekk allt ágætlega og ég læknaðist mjög fljótt af því eins og er nú orðið hægt sem betur fyrir í dag að lækna lungnabólgu. En ég var svo látin koma aftur til þess að taka aðrar lungnamyndir af mig til að sjá hvort að þetta væri ekki alveg búið. Og þá sá læknirinn sem það sá að það var eitthvað þykkildi á einu rifinu á mér vinstra megin að aftanverðu. Það var nú býsna stórt, það voru, ég held, einir 20 cm á lengd og 5 cm á þykkt og hann áttaði sig fljótt á því að þetta var einhver aðskotar hlutur og þá kom ég til frekari rannsókna og þá voru tekin úr þessu sýni og svo mergsýni og blóðsýni og þá kom í ljós að ég var með þetta mergfrumu æxli, krabbamein af þeirri tegund. Og þannig að það má segja að þetta hafi uppgötvast á algjöru byrjunarstigi og fyrir einskæra tilviljun. Mikil bjartsýni ríkir að stofnfrumur geti læknað ýmsa alvarlega sjúkdóma í framtíðinni. En í dag aðeins ein viðurkennd læknismeðferð með stofnfrumum. Það að nota blóðmyndandi stofnfrumur sem stuðningsmeðferð við lækningar á illkynja blóðsjúkdómum. Þessi rauðleiti vökvi verður notaður til að bjarga lífi Unnar Tómasdóttur. Þetta eru hennar eigin stofnfrumur. Með stuðningi þeirra verður hægt að gefa henni gríðarlega sterka lyfjaskammta sem annars væru banvænir. Stofnfrumumeðferð hefur farið fram hér á landi síðan í nóvember 2003 í samvinnu blóðlækningadeildar Landspítalans og Blóðbankans. In the case of cancer, the use of stem cells is necessary because the best treatment for the cancer are so severe that they will destroy not only the cancer but also some normal cells, including the stem cells of the bone marrow. So in that case, if you can take the stem cells of the marrow and make sure that they don't have the cancer there, and you can store those, then you can treat the patient, kill the tumor and the marrow, but then give them back their own stem cells and they will resurrect the marrow and cure the patient. Stofnfrumurnar sem notaðar eru til lækninga á illkynja blóðsjúkdómum koma á ýmsum áttum. Stundum hægt að nota stofnfrumur úr sjúklingnum sjálfum, svo kallaðar eigin stofnfrumur, eins og í tilfelli Unnar og Kjartans Gunnarssonar. Í öðrum tilfellum þurfa sjúklingar að fá stofnfrumur frá ættingjum eða leita þarf óskyldra gjafa í gegnum stofnfrumubanka. En aðgerðir með gjafastofnfrumum, til dæmis við hvítblæði, ekki hægt að framkvæma á Íslandi enn sem komið er. Ég hafði ekki grænan grunum hvað eiginlega beið mín. Ekki, ég hafði bara enga hugmynd það. Stofnfrumumeðferðin hefst á því að Unnur fær krabbameinslyf í hefðbundnum skömmtum til að hreinsa merginn þar sem stofnfrumunar eru, til þess að ná þeim eins heilbrigðum og hægt er. Síðan henni gefið annað lyf til að koma stofnfrumunum út í blóðið. Og stingur bara beint hérna inn í magan. Kjartan gekkst undir þessa sömu meðferð í febrúar árið 2010. Þú þarft að halda áfram í spöðunum alveg þangað til næstu viku. Alveg fram í næstu viku. Það verður það fram á mánudag. Alveg þangað til við erum búin að safna frumum. Nú búin að safna frumum. Alveg 2 dagar þangað til það er komið nóg af frumum. Eftir 3 daga er komið nóg af stofnfrumum út í blóð Unnar og tímabært að safna þeim saman. Það er gert með því að þræða æðalegg niður í bláæð sem liggur að hjartanu. Allt í lagi með þetta? Já. Þetta gengur ágætlega bara? Já. Kemur svolítið þrýstingur núna. Já. Svona. Það bara sveimað fastan og þá er þetta að vera komið? Já. Tekin er röntgenmynd til að staðfesta að æðaleggurinn sé örugglega á réttum stað. Þessi æðaleggur verður síðan tengdur við vél
sem aðskilur stofnfrumurnar frá blóðinu. En þeir bara halda að þetta ætlar að koma allt í dag? Já, það er bara frábært. Já, það er það. Já, blessuð, nú er bara allt breytt. Já, sko, en sérðu til ef að ég klára sem eru jafnvel líkur á í vélinni í dag og hérna, þá er ég bara laus. Og blóðið fer þá út legginn og inn í vél sem er svona eins og skilvinda og þar eru stofnfrumurnar hreinsaðar úr blóðinu, safnaðar í poka og svo fer blóðið bara aftur í gegnum legginn og inn í sjúklinginn. Þetta getur tekið alveg stundum fleiri daga, stundum næst þetta á einum degi og þá er safnað í svona 5-6 klukkutíma þann daginn. Nú gat Unnur farið heim til Vestmannaeyja til að undirbúa sig undir það sem framundan var að mánuði liðnum. En þá átt að gefa henni firnastóra skammta af krabbameinslyfjum með stuðningi heilbrigðra stofnfruma hennar sem geymdar voru í fimbulkulda út í blóðbanka. Geymdar hérna við -196 stig sem í fljótandi köfnunarefni. Nú erum við konum í kistur þar sem eru -150 og það er í lagi vegna þess að það er talað að þetta þurfa að vera neðan við -135. Í stofnfrumum meðferð Unnar eru notaðar hennar eigin stofnfrumur. Það er alls ekki hægt í öllum tilfellum. Þá þurfa gjafastofnfrumur að koma til en mikill skortur er á þeim. Í þessum naflastreng er mjög dýrmætur vökvi, svokallað naflastrengsblóð, sem bjargar mannslífum á hverjum degi heim allan. Ástæðan er sú að naflastrengurinn er fullur af blóði með aðeins 9 mánaða gömlum blóðmyndandi stofnfrumum sem eru mjög eftirsóttar fyrir sjúklinga, til dæmis með hvítblæði, þar sem ekki er hægt að nota eigin stofnfrumur eða stofnfrumur frá systkinum eða ættingjum. Það var ekki fyrr en seint á síðustu öld að menn gerðu sér grein fyrir því hversu mikilvægur þessi vökvi var til lækninga. Dr. Pablo Rubinstein er ættaður frá Chile. Hann sá lengra fram í tíman en aðrir. Ævistarf Pablos er ævintýri líkast. Hann hefur verið einn af þessum mikilvægu frumkvöðlum í læknisfræði í heiminum. For a few years we were the only functioning bank, although many of my colleagues were interested in this field and they were very excited, and many of them came here and worked with us to learn what we were doing, and then they set up their banks in this country. And the first one here after us was St. Louis, but there are many others that came later. We have many patients that received what we call auto transplants, self-donor transplants. But it is applicable only in some cases and not in others. In the case of leukemia, the leukemia is probably the most frequent indication for cord blood or bone marrow transplantation. And the reason here is we need these stem cells from a different person to come into the patient, because together with the stem cells we have immune cells. And these immune cells will help defeat the cancer, cure the patient from the leukemic cells. This phenomenon is called the graft anti-leukemia effect. Naflastrengsblóði er ekki safnað á Íslandi, en hjá blóðbankanum eru yfir 1000 manns á svokallaðri stofnfrumugjafaskrá, reiðubúnir að gefa stofnfrumur ef kallið kemur. Árlega fara nokkrir Íslendingar til Noregs til að gefa stofnfrumur,
sem hluti af alþjóðlegu samstarfi sem Íslendingar eru þáttakendur í. Þeir sem eru reiðubúnir að gera sjálfboðaliðar og skrá sig á stofnfrumugjafaskrá, hvar sem þeir búi í heiminum, þeir eru raunverulega að leyfa að þessi skoðaður vefjaflokkur þeirra og athuga hvort hann passa við einhvern óskyldan einstakling einhvers staðar í heiminum. Og í mínu fagi þá hef ég auðvitað heyrt margar ótrúlega skemmtilegar sögur af þessu, hvernig fjarlæg landsvæði og heimsvæði tengjast með þeim hætti að það gjafi í einu landi og þegi í öðru landi. Og alltaf þetta gjöf án gjalda. Þetta gjöf stofnfrumugjafans án nokkurs endurgjalds til þess sem þarf á meðferð að halda. Og ef það einhvers staðar hægt að komast nálægt lífgjöf, að þá það í þessu tilviki. Á meðan Unnur Tómasdóttir beið þess að hefja stofnfrumumeðferð á blóðlækningadeildinni, voru læknar á Landspítalanum að fást við annað afar erfitt sjúkdómstilfelli, sem brátt átti eftir að marka tímamót á sviði læknavísinda, þar sem stofnfrumur spiluðu einmitt lykil hlutverk. Andi Marian Bæjene, nemandi við jarðvísindadeild Háskóla Íslands, greindist með illkynja æxli í barka árið 2009. Hann átti orðið mjög erfitt með andardrátt og staðan var slæm. En Tómas Guðbjartsson, læknir Andi Marians, var ekki á því að gefast upp. Ég veit það vel að það gríðarlega langur biðtími eftir gjafa og gjafabarkinn verður að passa við sjúklingin og þarna var bara tíminn að renna út. En þá reyndist það þannig að Pálo hafði verið að vinna rannsóknir á rannsóknarstofu á dýrum meðal annars, þar sem var verið að kanna þennan möguleika að nota plastígræði í staðinn fyrir barka úr látnum. Completely new approach where we don't use natural windpipes that are desodorized, but synthetic polymers to build a custom-made individual windpipe. Og þá bara var allt sett af stað. Við gerðum ítarlega mælingar á æxlinu og barkanum hérna heima. Þessar upplýsingar voru síðan færðar yfir til Stockholms og síðan til London þar sem að plastígræði var búið til. Og svo að fara að undirbúa næstu skref sem þá undirbúningu stofnfrumuna inn í græði í aðgerðinni sjálfri. When I was going from Iceland to Sweden, I didn't know that it would be such a big operation. I thought like they put something, some laser knife, and then take out, you know. But then when I met the doctor, the Italian, Dr. Paolo, then he said it will be removed, cut, thrown, and we will put another one. But this will be synthetic. I was very scared, very terrified. There have been a lot of improvement in the, for instance, stem cell biology technique, how to recruit stem cells from the periphery of the blood to improve the effectiveness of the graft. And what we did is transpose simply what we have learned with the organic transplantation to the synthetic one. Aðgerðin framundan var svo fyrsta sinnar tegundar í heiminum og það reyndi að sjálfsögðu á tauga sjúklingsins, sem í fyrstu leist ekkert á blikuna. And the other thing which made me a bit scared was that this was happening for the first time. In the world? Yes. He told me straight, you know, we did not try this to human being. We tried this into pigs, into animals, so maybe it was working for the animals, so no, I said no. Tímamót urðu í rannsóknum á stofnfrumum árið 1998 þegar vísindamönnum tókst í fyrsta sinn að einangra stofnfrumur úr fósturvísum manna og sýna fram á að slíkar stofnfrumur gætu myndað allar frumugerðir líkamanns. En fósturstofnfruma sem að myndast hérna á þessari mynd þessi stofnfruma sem að móðir allra annara fruma í líkamann. Það fruman sem myndast skömmu eftir að ekki frjóvgast. Og við förum fyrst að sjá rauninni merki þessa fósturstofnfrumu
Þegar að eggið farið að þróast og myndast örlítill frumumassi hérna innan á. Þessi frumumassi hérna verður síðan að fóstrinu og fóstrið myndar síðan alla þá vefi sem við þurfum á að halda. En hvers vegna eru stofnfrumur úr fósturvísum svona eftirsóknarverðar? Já, þetta sem við náum hérna fyrr, þá má kannski segja að hún hafi frumstæðan eiginleika. Hún getur myndað taugavef, hún getur myndað vöðvavef, hjartavöðvavef, hún getur myndað þekjuvef og hún getur myndað blóðvef. Á Lífvísindasetrinu hér í læknadeildinni Guðrún Valdimarsdóttir, frumulíffræðingur, hún hefur verið að rannsaka fósturstofnfrumur. Ég að vinna með stofnfrumur úr fósturvísum manna, en þær eru einangraðar úr innri frumumassa fósturvísis á kynblöðrustigi. Við höfum verið að nota ákveðna vaxtarþætti til þess að sérhæfa frumurnar í frumur hjarta- og æðakerfis. Og þá sjáum við merkjum að fósturstofnfruman sem algjörlega ósérhæfð eftir ákveðin tíma í tilraunaglasinu við ákveðnar aðstæður getur allt í einu tekið upp á því að slá. Þegar stofnfrumur eru fjarlægðar úr fósturvísum eru þær teknar úr fósturinu á 5. til 8. degi eftir frjóvgun. Eftir að búið að fjarlægja stofnfrumurnar á fósturvísirinn sér enga framtíð. Hér rekast menn á alvarlegar siðfræðilegar spurningar. Þá hafa menn ekki vilja setja eins og í Bandaríkjunum opinbert fé í rannsóknir á stofnfrumum úr fósturvísum. Þetta hins vegar hefur breyst eftir að Obama var forseti í Bandaríkjunum. Þá snýr hann við þessum reglum og nú til dæmis í Bandaríkjunum leyfilegt að nota opinbert fé til rannsókn á stofnfrumum úr fósturvísum. For scientists, it is not so easy to understand that moral issues can interfere with the use of a tissue that has no future to achieve something good for other people. Í flestum tilvikum eru þetta umframfósturvísar. Þegar sjúklingar fara í gegnum, eða þegar einstaklingar fara í gegnum glasafrjóvganir, þá eru yfirleitt búnir til fleiri fósturvísar heldur en eru settir upp. Og eftir ákveðin tíma þegar þessi fósturvísar búið að geyma þá í cirka 5 ár, þá eru þeir ekki lengur nothæfir til þess að búa til börn. Og þá er þeim í flestum tilvikum fargað, en í einhverju tilvikum hafa menn tekið þessa fósturvísa og einangrað úr þeim þessar stofnfrumur og búið þannig til þessar stofnfrumulínur. Það eru til aðra leiðir til að gera þetta. Þú getur náttúrulega búið til fósturvísi sérstaklega til þess að framleiða stofnfrumur úr fósturvísum. En þar hafa menn hort svolítið að siðfræðina hvort það sé réttlægt að gera slíkt. So people who believe that embryos should not be used start from the premise that the embryos are prevented from becoming live people by this. So in a way, they interpret the use of an embryo for a scientific purpose or even for making tissue to save someone. They feel this is done at the expense of the life of that embryo. And that's why they don't want to do this. En eru einhver lönd sem leyfa það að fósturvísar séu búnir til gagngert til þess að taka úr þeim stofnfrumur? Já, það er leyfilegt í þó nokkrum löndum en það er ekki gert mjög mikið af því. Til að mynda er það leyfilegt á Íslandi en það er ekki gert á Íslandi því að fyrsta leið þá er það mjög óhagkvæmt að gera það á Íslandi. Þetta er mjög kostnaðarsamt og útdeilir mjög mikla sérfræðiþekkingu sem er hreinlega bara ekki til staðar á Íslandi fyrir utan kostnaðinn við það. En það er til dæmis eins og í Svíþjóð og í Bretlandi þá eru menn að gera þetta. En þá náttúrulega eru menn þetta undir mjög ströngu eftirliti. Þá var komið að erfiðasta hluta meðferðarinnar hjá Unni. Nú átt að gefa henni firnastóra skammta af krabbameinslyfjum til að eyða öllum mergfrumunum í líkama hennar, þar á meðal illkynjafrumunum og síðan að endurreisa blóðkerfið aftur með heilbrigðu stofnfrumunum sem biðu út í blóðbanka. Svo mæti ég þarna 11. maí og þá byrjar þessi háskammta lyfjameðferð. Við erum að gefa margfalt hærri skammta
meir en tífalt hærri skammta heldur en við getum gert með hefðbundinni meðferð til dæmis. Það vissi hann merkti hann svo ég væri ein með réttar konur. Já. Þetta bara svo þjóðhátíð? Já, þetta er þjóðhátíð. Já, akkurat. Ég hef verið að spennast svolítið upp núna í gær og svona bara fyrir því sem framöndan En annars held ég nú að dagurinn í dag, hann sé nú ekki svo, þetta nú bara svona eins og hver önnur inngjöf. En það verður svo þegar maður fyrir að dala niður. Viku síðar var háskammtalyfjameðferðinni lokið og tímabært að gefa Unni heilbrigðu stofnfrumurnar aftur til að byggja upp ónæmiskerfi hennar á nýjan leik. Og frumurnar koma klukkan 2. Já. Upp úr 1:30 kem ég til með að gefa þér þessa forlyfjagjöf. Já. Það eru sterarnir. Já. Það er ógleðileg. Já. Og það er ofnæmisli. Já. Og þú verður svolítið þreytt af því, það er svona syfjuð. Já, ég verður dösuð. Já. Og það er bara... Það bara... Sefur þú vilt. Já, og það bara... kúrir þig. Já, þá sofna ég bara, sko. Já. Ég er hjá þér allan tíman. Já, þakka þér fyrir. Og frumurnar renna inn á svona 30 mínútum Já, eitthvað það bil. Já. Sko, ég ætlaði nú eiginlega bara að láta þig ákveða, sko, hvort ég ætti að fá eitthvað kvíða, svona einhverja kvíðatöflu. Bara fá það eina sóbreyðinska. Já. Viltu eitthvað fara í sturtu núna eða eitthvað? Ég gæti það. Já, ég get alveg tekið þetta í burtu. Já. Svona er þetta nú þetta líf, sko, maður pantar ekki neina hluti, það eiga að fara 2 drengir þarna bræður, sko, barnabörn okkar að útskrifast sem stúdentar á laugardaginn. Á laugardaginn. Þú veist, endilega að standa þannig af sér. Já. En svona er þetta, maður, það er ekkert pantað. Og bara bíðum eftir brauðgóðum góðu. Og brátt birtist Leifur Þorsteinsson, starfsmaður Blóðbankans, með stofnfrumurnar í sérstöku kæliboxi. Það er Unnur Tómasdóttir. Já. Þú ert verðsmanningur, eða ekki? Jú. Já, það er svona ekki alveg, sko, innfært svona en Síðan hvenær? Búa þar í 45 ár. Heyrðu, bara óska þér allsins besta. Takk að þið fyrir. Já. Þess. Ég er að fara að gefa henni eigin stofnfrumur og bókin er númer 005054. 005054. Og resus positíft og ég get þetta bara ósía og í dag er 18. maí. Þá kemur bókin. Á meðan að mergstarfsemin er að komast í gang aftur eru varnir Unnar nær engar. Hún þarf að vera í varnareinangrun til að hindra sýkingar því að lítil sýking getur orðið að stórmáli þegar staðan er svona. Næstu dagar munu því verða áhættusamasta tímabil meðferðarinnar þar sem mikið reynir á sjúklingin. Ýmsar varúðaráðstafanir eru gerðar, hreinlæti er mjög mikilvægt og Unnur fær örveru skert fæði. Þegar að sjúklingurinn hefur fengið krabbameinslyfja meðferðina og fær stofnfrumurnar tilbaka, að þá þurfa þær að rata aftur inn í merginn og það gera þær í gegnum ákveðina viðloðunar sameindir og fara í gegnum að því menn telja lungnablóðrásina. Og þetta ferli tekur nokkuð tíma og sérstaklega að festa rætur í mergnum. Víkjum nú söguna á Karolinska sjúkrahúsið í Stokkhólmi. Þar var verið að undirbúa það að græða gervibarka í mann í fyrsta skipti með aðstoð hans eigin stofnfruma. 2 sólarhringum áður en aðgerðin
var gerð, þá tókum við sett merg úr andimarjan, blóðmerg, með því að stinga nál á mjaðmakampinn. Og svo tókum við þessar mergfrumur, settu þær inn í svona box sem ég kalla stundum, það eins og nestisbox, og inn í þessu boxi var plastbarkinn sem við ætlum að græða í hann og vorum búin að sníða algjörlega eftir hans stærðum, svona klæðskerasauma. Og svo í 2 sólarhringa voru það vísindamenn á rannsóknastofu Páló sem að undirbjuggu frumunar til þess að þær væru svo í stakk búnar að spreyta sig þegar sjúklingi væri komið inn í þessu nýja ígræði. Frumunar sem við tökum á mergnum, þær eru mjög ósérhæfðar og þær vita í rauninni ekki þegar þær eru settar á plastið í hvaða átt þær eiga að vaxa. Það verður svona að gefa þeim svona skilaboð í hvaða átt þær eiga að vaxa. Og það gerðum við með því að taka slímhúð úr kokinu á andimarjan, litla svona fláka sem við gerðum mjög varlega með brennslunýf, tókum það og festum þessa fláka inn á plastígræði á nokkrum stöðum. Og hugmyndin þá að frumunar sem í þessum litlu flákum, þær sendi skilaboð í frumunar í kring sem eru þá beinmergsfrumunar á andimarjan í hvaða átt þær eiga að vaxa, að þær eigi að verða öndunarfæra þekja. A groundbreaking surgery gave a man back his trachea and his life. He is the first person to undergo surgery with an organ made completely from his own cells. 36-year-old Anda Meryem Bayan, originally from Eritrea, is a PhD student studying in Iceland. When I woke up, then, okay, I think the operation is done, so I'm okay. You know, here in the first operation, I slept for a week. Hverfum nú aftur til Unnar á Landspítalanum. Vika liðin frá því hún fekk stofnfrumurnar tilbaka. Hún aðeins farin að ranka við sér eftir nær stöðugt mók og mikil veikindi. Ég var rosalega veik og þau sem voru yfir mér, þeim svona leist, og þetta kannski leikfólk, því kannski leist ekkert ofvel á blikuna hvað maður gengur rosalega niður. Líkamlega leiðmenni náttúrulega langsamlega verst þarna við og eftir háskammta meðferðina þegar að ónæmiskerfið og fleiri þættir í svona mótstöðafli líkamans eru nánast alveg niðurdregnir og drepnir niður. Og þá voru maður líka að vera í algjörri einangrun, þá má enginn heimsækja mann og maður má ekki vera innan annað fólk því að svona einfalt og lítið kvef eins og ég með núna að það nægir til þess að gera mann fársjúkan og jafnvel situr mann í lífshættu. Maður heldur engu niðri og það rennur allt frá manni og þetta svo bara alveg heilu slímkekkirnir sem koma frá manni og maður sko skilur þetta. Maður skilur ekki að mannslíkaminn skuli geta þetta. Þetta er svo ótrúlegt. Auðvitað allir svolítið óöryggir og kvíðnir og á þessu tíma, þú veist, hvernig fer þetta, dugar þetta og nægir mér upp úr þessu og allt það. Og svo held ég hafi bara verið mikið svona í móki og svona utan við eiginlega, já eins og ég segi, ég bara man ekki þannig einhverja daga sem bara duttu þarna út. Og við vitum það að þegar sjúklingur eða einhver veikist að það hefur áhrif á alla fjölskyldu og nánasta vinahóp viðkomandi aðila, þannig að veikindi eru fjölskyldumál og þannig að það fylgir líka ættingjar óöryggir og kvíðni líka á áhyggjur. Nú, ég var svo heppinn að í kringum mig var mjög þéttriðið net, bæði ættingja og ástvina og alls konar vinafólks sem sýndi mér mikla hlýju og ég held að það skipti mann miklu máli í þessum aðstæðum að maður búi að slíku umhverfi. Ég að fara að gefa henni nautbókina Sarsjó sem sem sagt lyf til að örva myndun hvítra blóðkorna. Það svona það bil 10 til 12 daga eftir að stofnfrumurnar hafa verið gefnar tilbaka að mergstarfsemin að komast í gang á nýjan leik. Þannig að við notum eigin stofnfrumur til þess að geta gefið hærri skammta af krabbameinslyfjum og þannig betur
upprætt sjúkdóminn og þetta getum við gert út af stofnfrumunum því að þær sjáum að mörg starfsemin komist í gang á nýjan leik því að ef við hefðum hana ekki þá yrði blóðkornafæðin svo langvarandi og alvarlega að það er mjög ólíklegt að fólk myndi lifa það af. Ég dáist mjög að því hvað þeim tekst að gera þennan sjúkdóm sem að náttúrulega það sem að nafnið eitt vekur svo mikinn ótta og skelfingu hjá fólki, hvað því tekst að gera þetta að, ég segi ekki léttvægu máli, en hvað því tekst mikið auðvelda fólki að fást við þetta og svo starfsfólkið, bæði hjúkrunarfólkið og aðrir starfsmenn á deildinni, það sem ég lá sem blóðlækningadeildin þarna á Landspítalanum, að það líka alveg einstakt og hlýtur að þetta búið að fá áralanga þjálfun en það hlýtur líka að vera einstakt sjálft í gerðinni vegna þess að það náttúrulega nánast á hverjum degi að deyja þarna fólk og það hlýtur að vera mikið álag á starfsfólkið og það sýnir manni það aldrei, það er alltaf glatt og kátt og hefur á sama tíma og það hefur létt og þægilegt viðmót að þá finnum maður fyrir mjög mikilli og sterkri starfsreynslu og gríðarlega miklum starfslegum metnaði og ég fann aldrei fyrir öðru heldur en þessu og upplifði það óskaplega sterkt að vera í góðum og öruggum höndum hvort sem að það var hjá læknum eða hjúkrunarfólki eða hvaða starfsmanni spítalan sem var. Þú þarft að koma daglega núna allavega fram á þriðjudag í þessar sprautur. Já. Fjölmargar stofnanir bjóða í dag upp á meðferðir með stofnfrumum gegn háum greiðslum þar sem lofað lækningu á ýmsum alvarlegum sjúkdómum eins og MS, Alzheimer, mænuskaða og blindu. Íslenskir læknar vara fólk eindregið við slíkum gylliboðum. Og þú ferð inn á heimasíðu þessara fyrirtækja, ég kalli þetta fyrirtæki, ég kalli þetta ekki rannsóknarstofnanir eða sjúkrahús, þetta eru ekkert annað en bara fyrirtæki, að þá færðu lista, langa lista yfir þá sjúkdóma sem að þeir segjast geta læknað með stofnfrumum. Í fæstum tilvikum segja þeir hvernig þeir ætla að gera það eða með hvaða stofnfrumum. Heldur segja þeir bara stofnfrumur jafnt og lækning. Og einnig er að finna ofta á þessum heimasíðum frásagnir frá einhverjum sjúklingum sem hafa fengið, innan gæðsalva fengið þessar stofnfrumur. Og þeir segja sko, já nú líður mér mikið betur, ég get þetta. Sjúklingar allir með mænuskaða, þeir eru bara hlaupandi og sjúklingar með tauga, hrörnunarsjúkdóma. Þeir fá batið tilbaka og standa upp á hjólastólunum. En allt þetta er rauninni bara platt. Því að yfirleitt er verið að setja þá inn í sjúklingana frumur sem eru illa skilgreindar, ekkert endilega stofnfrumur, bara einhverja frumur sem eru teknar annarkvort úr naflastreymisblóði eða úr beinmerg eða úr fituvef og það er algjörlega óskilgreint hvað er verið að setja svo aftur inn í sjúklingin. Veistu til þess að Íslendingar hafi farið á slíkar stofnanir? Það eru einhverjir Íslendingar sem hafa farið á slíkar stofnanir. Þetta er ekki mjög algengt sem betur fyrr, en það eru samt Íslendingar sem hafa farið á slíkar stofnanir. Og ég veit fyrir það víst að íslenski læknar sem eru með þeim bestu í heiminum, vel menntaðir og góðir, þeir ráðleggja yfir sjúklingar sínum að fara ekki í slíka meðferð. Og ein slík meðferð getur hlaupið á 20 milljóna. En líkurnar því þú fáir eitthvað bata af því er engin, en líkurnar því þú getur hlotið eitthvað skada af því er verulegur. Einkabankar fyrir naflastrengsblóð er annar hlutur sem læknar telja ástæðu til að vara fólk við. Slíkir bankar eru reknir á allt öðrum forsendum en banki Pablo Rubinsteins í New York sem safnar naflastrengsblóði fyrir alla þá sem þurfa á að halda. Þegar að fólk á von á barni, þá vill að gera barninu sínu allt hið besta. Og því hafa komið fram fjölmargir aðilar sem hafa lýst í hvað það sé mikilvægt og nauðsynlegt hverju barni og foreldrum auðvitað liggur við skylda þeirra að eiga nú í frysti stofnfrumur frá barninu. Og þarna hefur fagfólk í heilbrigðisþjónustu þurft að brýna raustina á síðustu árum og einfaldlega benda almenningi á það
að það eru ekki fagleg rök fyrir þessu nema í einstaka undantekningartilvikum. In general, the likelihood that this blood will be needed by the donor is very small. Probably is in the order of 1 in 5,000 that anyone will require a transplant. Það eru líklega geymdar í heiminum einhverja milljónir af þessu, en aldrei notaðar. Nánast aldrei notaðar. Á sama tíma búum við það að það er raunverulega skortur á stofnfrumugjöfum og skortur á naflastrengsgjöfum. Og þar liggur munurinn. Það er komin október og tæpir 5 mánuðir frá því að Unnur gekkst undir hina erfiðu stofnfrumumeðferð á Landspítalanum. Þá það sést smá breyting ennþá þarna í nefkókinu, vinstra megin. Það aðeins þykknun í kringum koklustinu. Það var mjög oft sem það einhver svona bandvefsrestur, þetta var nokkuð stórt. Já, þetta var nokkuð stórt. Á sínum tíma. Það virðist að hafa látið undan og horfið alveg og reynsla okkar af því að það getur farið svo að hann komi ekki aftur en grunnsjúkdómurinn þá talinn vera sjúkdómur sem kemur aftur og við vitum það allavega að þetta gefur langt sjúkdómslíf og hugsanlegt að hann komi aldrei aftur. Það alltaf aldrei neitt öruggt í því frekar en öðru. Þó ég væri tiltölulega lengi að ná mér eftir þessa háskammta meðferð og stofnfrumuaðgerð þá var það bara eitthvað sem ég vissi að myndi líða. Annars finnst mér bara lífið blasa við mér fagurt og frítt. Árangurinn hjá okkur er mjög góður og mjög sambærilegur í rauninni við svona okkar nágrannaþjóðir. Og við berum þá saman við evrópsku stofnfrumuígræðslusamtökin þar sem við skráum allar okkar niðurstöður og öll okkar gögn. Þetta er svolítið mismunandi eftir sjúklingahópum og eins og með mergfrumuæxli þar sem að tilgangurinn er að lengja sjúkdómsfría lifun, getur maður sagt. Að við vorum í rauninni að taka það saman núna og þar er árangurinn mjög góður. Svona borið saman við okkar nágrannalönd og svo hinn stóri hópurinn eitilfrumuæxli og það eru þá svolítið mismunandi undirtegundir þannig að það er erfitt að fara nákvæmlega í svona prósentutölur en það er mjög góður árangur. Á þessu fyrsta tímabili sem við vorum að rannsaka dó engin sjúklingur af völdum meðferðarinnar og þá miðum við fyrstu 100 dagana. Hins vegar á þessu ári höfum við mist einn einstakling vegna alvarlegra sýkinga en margar erlendar rannsóknir sýna að dánartíðnin er milli 3–5% af meðferðinni og áhættan er fyrst og fremst sýkingar. Stofnfrumur hafa líka bjargað lífi Andi Marians Bajeni. The strength is back. Yeah, I'm relatively better and it's going better and better always. Ef þú skoðar hann í barkann þá sér það að hann er ekki eðlilegur en hann er ekki eins og eðlilegur barki en þegar maður tekur töngina og kroppar í vegginn þá sér það að fer að blæða og þegar þú skoðar það í smásjá þá sér það að það eru komnar svona öndunarfæra frumur sem að þýðir það að það er komin þekja úr honum sjálfum sem er að þekja gervilíffæri úr plasti. So this really means a new life for you? Sure, yes. I was doing after the operation my thesis, my project for masters, and I finished. I graduated last February. I'm very optimistic. I'm very optimistic now. Þessi aðgerð til dæmis held ég að sé ákveðið svona skref. Hún er þetta bara lítið skref en hún er ákveðin áfangi og náttúrulega gefur öðrum rannsóknarhópum byr undir báða vængi að halda áfram eins og með þvagblöðru, með vélinda og alls konar önnur líffæri og þetta eru rannsóknir sem eru í gangi núna. Þess vegna hefur þetta vakið svona mikla athygli
að það eru aðrir hópar sem eru jafnvel í öðrum líffærum sem að hafa svo mikinn áhuga að sjá hvernig þetta gengur í smáatriðum. The future is extremely exciting and hopeful, and is beginning to happen as well in the application of stem cell biology to other tissues and other cells, in particular the cells of the nervous system. It has become empirically demonstrated in practice that it is possible to help people whose spine has been broken. There are experiments in animals where this has been accomplished to larger or lesser extent. Þýðir þetta að lækning af mænuskaða með stofnfrumum kunni að vera á næsta leiti? The time exactly cannot be predicted exactly, but it is very likely that it will happen during my lifetime. That it's not going to be very long, but it will happen within the next few years. There are already cells that make insulin, for example, the hormone that is missing in some patients with diabetes. There are experiments all over the world on using stem cells to reform tissue in the hearts of people who have heart attacks. And these experiments that have been done in the past couple of years have been enormously successful. Við þurfum að fara varlega að spá í framtíðina. Það sem við þurfum að hugsa er, ég held að fæstir séu að hugsa það að búa til líffæri í tilraunaglasi og græða það í sjúklinginn. Við erum miklu frekar að reyna að skilja stofnfrumurnar og geta tekið frumur úr mannslíkamanum, ræktað upp stofnfrumueiginleikana og sett síðan stofnfrumurnar aftur inn í sjúklinginn og látið þær gera við líffærin. Stóra stundin ef það tekst að búa til líffæri sem eins og hjarta eða lunga sem eru starfhæf. Það rannsóknarhópum sem í dag hefur tekist að taka hjarta á mús og eyða frumunum í hjartanu og skilja eftir grind og fá svo stofnfrumun til að ræktast eða fá stofnfrumun til að gróa aftur á grindinu og byrja að slá. Við munum sjá að stofnfrumur verður hluti af meðferð æ fleiri sjúklinga og sjúklingahópa. Það mun gerast miklu hægar heldur en fjölmiðlar segja frá í dag. Það mun gerast hægar heldur en vonir sjúklinga standa til. Og það minnir okkur líka á það að við sem að komum með meðferð og við sem að stundum rannsóknir á þessu sviði, það skylda okkar að gefa upplýsingar í jafnvægi til sjúklinga. Við megum aldrei byggja upp falsvonir meðferð sem leysir öll vandamál. So the future for stem cell biology and its application to medicine is near, is extremely bright, and it promises wonderful things for our children.